Já, velkomin á Rauðaborðinu. Við ræddum við Atla Þór Fandal í gær spillingu alþjóðlegra fjármálaafla og pólitískra hreyfinga og hvort peningar væri að koma hér inn í landið. Bók sem ég skrifaði spillingu, Besti vinur aðal. Hún hefur líka verið töluvert til umræðu undanfarið eftir að nokkur eintök fundist af henni og voru seld á bókamarkaðinum og lesendur hafa verið að skrifa hana og fjallum og af tilviljun þá rakst Björgvin Víglundsson verkfræðingur á umræðum þessa bók og hann setti sig í samband við mig og við töluðum saman bæði í síma og á internetinu og hann held ég hefur einhverja sögu að segja af spillingu úr Kima sem ekki hefur mikið verið fjallað þá held ég að séum að fara að ræða útboðsmál meðal annars og eitthvað fleira. En vertu velkomin hér að Rauðaborðinu, Björgvin. Takk fyrir. Þetta alveg nýtt fyrir mig að vera svona í sjónvarpi. Er það ekki? Jú. Já. Þetta var eftir að ganga vel hjá ykkur, held ég. Þú segir það. Já. Ég var mjög ánægður með það þegar þú sagði við mig í síman að ég þóra að tala um allt. Já. Ég meina, ég orðinn það gamall að það tekur ég ekki að þegja. Þetta finnst mér svo gott viðhorf og af því ég minntist aðeins á bókina sem ég skrifaði þannig að þar segir nú einhvers staðar að sko gamalmenni samtímans það megi líkja þeim við sko 68 ungu kynslóðina. Já. Hvað það varðar að þau eru frjáls eða frjálsari að því að tjá skoðanir sínar og upplýsa mál sem að hafa legið í þagnargildi af því að þau eru ekki bundin atvinnumarkaði sem að getur refsað fólki fyrir að Já, mjög grimmilega. Já. Þannig að þú ert 68 kynslóðin, unga kynslóðin sem geti fært okkur út úr hömlum. Já. Heyrðu, Björgvin, þú nálgast áttrætt. Já. Þannig að þú er marga fjöruna sopi, þú kynst þessum heimi lengi. Já. Eigum að byrja á því að ég spyrji þig manstu hvenær svona og við hvaða aðstæður það var að þú fórst fyrst að hugsa það er nú kannski ekki algjört jafnræði hér eða heiðarleiki. Já, ég get alveg talað um það var ég var nú vinir mínir voru nú miklu sósíalistar og kommunistar á tímabili og þó ég hef aldrei verið það. Nei. Og Ég ekki heldur. Nei. Og þeir, náttúrulega það var þjóðviljinn var náttúrulega hamast í ýmsum málum. Já. Og eitt af því fyrsta sem ég man eftir það var að tala um fyrirtæki sem nú hætt núna fyrir löngu. Þetta hét Ræsir. Já. Þannig að ég meiði engan held ég þó ég ræði það. Og það var auðvitað bara mjög öflugt og gott fyrirtæki. Ég voru með Mercedes-Benz á sínu tíma. Þeir einhvern veginn voru búin að koma sér inn á það að Reykjavíkurborg verslaði eingöngu við þá með bíla sko. Já. Bara með strætisvagna og alls konar bíla sem að Reykjavíkur vélamiðstöðin var með fullt af bifreiðum og ýmsar stofnanir vatnsveita, hitaveita voru með bíla frá þetta var allt saman verslað við Ræsi sko. Já. Og það er náttúrulega engin útboð. Nei. Ekkert verið að leita eftir hagstæðu tilboð. Nei, það var engin, menn voru óarvalli í það að vera með útboð með það. Það heyrist ekki. Og svo náttúrulega það er ekkert að sanna að þetta hafi verið sérstök tengslið sjálfstæðisflokkinn á sínum tíma sko. Og nú er ég ekki að ráðast á einn flokk sko, það er ekki. Nei. Og ég vil ekki tengja þetta endilega við sjálfstæðisflokkinn í dag. Nei. Alls ekki sko. En eðlilega hefur spilling verið mest þar sem að menn sitja lengi við völd í sömu flokkunum. Já, ég get farið ég get svo hoppað kannski inn í nútíman. Þar sem að vinur minn misti íbúðið svo margir í hruninu. Já. Þetta er nú verkfræðingur þessi maður. Já. Og hann var að segja mér þetta, ég hringdi í hann og verið að svona pumpa svolítið, hann veit mikið. Og hann gat keypt íbúðina tilbaka á rúmlega 40 milljónir. Já. En hann vildi það ekki, ég ráði hann að gera þetta ekki því að það var mjög miklu gallar í þessu húsi. Já. Og en svo fann hann þá út að þetta hafi verið selt leigufélagi á okkur að 14 milljónir sko. Já. Og þarna var svo ég geti
svo þannig sé sko jafnræði á milli að þetta var nú Steingrímur og Jóhanna sko sem að stjórnuðu þessu. Já. Steingrímur sérstaklega sko. Já. Og ég talaði um það að hann hafi verið, ég veit nú ekki ráðast á menn sem eru kannski hættir í pólitík. Það má alveg. Já, en ég tel hann hafi verið fantur af Guðs náð sko. Þú telur það. Já. Já. Hvernig hann fór með menn, fór. Já. Þetta var ekki nauðsynlegt að gera þetta sko. Hann fær ekki fögur eftirmæli af þinni hálfu sem stjórnmálamaður. Steingrímur Jósefsson. Nei, ég allavega get ekki hrósa hann fyrir þessi atriði sko. Nei. Hvernig þetta var gert, en við erum komnið svolítið út fyrir Já. kannski beina spillingu. Ég veit þó að það tengdist nú einhver mál, tengdist nú Steingrími sko, beint. Já. Það var einhver sparisjóður þarna fyrir norðan og sem að einhverju ættingjar hans fóru vel út úr. Já. Og það má halda áfram. Þetta hefur löngum verið þannig að aðgengi líka að upplýsingum hefur leitt til þess að sumir hafa farið ansi vel út úr skaða sem aðrir taka. Já. Ef við tökum Hrunmálið, ef við tökum Þorgerði Katrínu, ef við tökum Bjarna Benediktsson, Já. það er náttúrulega alveg haugur af fólki sem að augljóslega fekk upplýsinga forskot og innherja upplýsingar hafa verið við höfum tekið þau mál flest silkihönsku. Já, og við skulum bara taka þetta með hvaða innistæður voru varðar í þessum málum. Það var félagi minn annar sem er nú tæknifræðingur, ég tala við marga. Hans fjölskylda hafði tapað 50 milljónum á sínum tíma. Já. Einmitt þetta voru fólk var að leggja inn á okkur reikningar sem að kölluðust, ég veit ekki, einhverju verðbréfareikningar sko. Já. Og héldu auðvitað að þetta væri bara venjulegi bankareikningar. Já. Og svo var það ekkert varið sko. Heldur voru bara valdir úr, heldur voru þessar almennu innistæður voru varðar, svo kölluðu voru varðar, hitt ekki sko. Og þetta auðvitað bara, þetta ekki rétt og ríkið það skuldar þessu fólki bara peninga, ég meina, að verja þetta með sama hætti. Og ég skal halda áfram, þegar ég löngu fyrir hrun, þá átti ég, sem er nú mjög sjaldgæft, ég átti smá pening. Það er mjög sjaldgæft, ég eigi mikinn pening. Það kom fyrir sum okkar, árin fyrir hrun. Já. Og ég var í einum ágætisbanka og ég hef með alltaf upp að hún segið með afgreiðslustúlkan, vildi ekki setja þetta inn á verðbréfareikning, það eru hærri vextir. Og ég er verkfræðingur og ætti að vita að þetta ekki varið, en ég meina, þetta var löngu fyrir hrun og mér dætti ekki í hug. Aldrei geta dottið í hug, ég meina, að búið það til, að þetta væri ekki varið sem innistæða, sko. En það hugsaði maður ekkert að bankarnir myndu, þetta var ekki hægt, færa á hausinn. En þetta var ekkert varið, þessar innistæður voru ekkert varðar, hefði farið illa. En ég meina, svo náttúrulega nota ég bara þessar peninga sem betur verið. En sko, nú ertu hér hjá mér sem verkfræðingur. Já. Og ég ætlum svona mest að tala þín störf, eða sem það sem þú verður áskynja í þínu starfi. Ég er náttúrulega búin að heyra margar sögur í áranarás eða áratugunarás að það geti verið ákveðið fiff hverjir fái verk. Já. Og mér langar að kynnast því aðeins hjá þér. Hvað getur þú sagt mér um það? Ég skal til dæmis bara sem að stingast, ég trúið í valla sko, ég trúið í valla. Þannig að ég hringdi í aðilann og þýðgaði þetta sko. Það var þannig að það var verkfræðingur og þetta voru byggingafræðingar líka sem voru saman. Þeir voru litlu sveitarfélagi, eða buði í verki litlu sveitarfélagi. Og byggingafræðingarnir voru búinir að vinna vel fyrir sveitarfélagið og voru vel séðir og þetta var smá bygging, bara viðbyggingu í skóla og verkfræðingurinn hann býður 1 milljón í verkið og ég sagði, er þetta ekki allt og lítið? Nei, ég veit alveg hvað þetta kostar, sagðan. Þetta er ekki mjög mikil vinna, sagðan. Og ég hef haft fínt út úr þessu og 1 milljón á þessum tíma meiri peningar enn í dag. Já, þetta hefur verið, já. Þetta eru kannski einhverja milljónir í dag, ég segi það ekki. Og þessu var hafnað, öllu saman. Þeim var bara ítt út á borðinu. Einn kemur verkfræði stofa og þeir taka 22 milljónir fyrir verkfræði þáttin í þessu. Já.
Ég skal segja það, ég á erfitt með að trúa þessu. Að þið opinbera hafi greitt 22-falt það gjald sem hefði þurft að gera Já, ef gengið hefði verið að samningi. já, þetta er mjög sólítið drengur þessi verkfræðingur, við munum svolítið saman og hann er mjög sólítið á öllum sínum sem hann gerir. Og hvað gæti þá verið legið á bak við það að... Já, það er nú það sem er. Sko, eru beinar peningagreiðslur í gangi? Ég spyr. Undir borðið? Já, ég spyr. Ég er ekki viss um það. Nei. Sko, það eru prófkjör oft á tíðum. Já. Og eins og ég Reykjavík, það eru prófkjör. Og það eru ákveðnir aðra sem kannski greiða inn í prófkjörs púlina hjá hverjum stjórnmálamanni, sko. Og þá eru þeir búin að eignast hest, sko, sem þeir búin að veðja á, sko. Og ef hesturinn stendur sig vel og þá getur hann stjórnað ýmsu inn í þessum hóp, sko. Þannig að pólitískt hlutleysi og jafnræði þegar kemur að þessu sé ekki fyrir hendi. Það sjálfsögðu ekki. Að sjálfsögðu ekki, sér. Annars, ef þetta væri þannig þá væri búið að opna þennan markað. Það væri búið að opna fyrir langalöngu. Er hann ekki opinn? Nei. Hvað er lokað við hans? Það er þannig að það eru ákveðna verkfræðistofur sem að ganga að öllum verkum. Það er alveg sama hvað það er. Þú heyrir alltaf ákveðin nöfn. Þessi gerir þetta og þetta er dekka með því að það sé að þeir hafa svo mikla reynslu. Og en hvað með þá sem að kannski hafa unnið við eitt og annað, hvað er það einskisvirði? Já, segja mér það þeir hafa svo mikla reynslu, sko. Og þá geta það bent á þeir hafa viljað vinna hér og þar og það urðu hjaðningavíg hjá þessum verkfræðistofum af því að þeir voru byrjar að berjast hver hefði mestur reynsluna og þá byrjuðum menn að sameinast, sko. Til þess að geta sagt, já, við sækjum reynslu þarna, við vorum að vinna þarna fyrir 5 árum, þá var þetta fyrirtæki að vinna þarna. Þetta er bara blekking, sko. Já, þetta er blekking. Þetta leiðir líka hugan að því hvort verkfræðistofu er þá meiri akkur í einhverjum starfsmanni einmitt með mikla reynslu og svona pólitískt nef. Já, pólitískt nef, það skiptir miklu máli. Það skiptir miklu máli. Já. Og fyrir þetta geldur ríkissjóður. Að sjá, og sveitarstjóður. Og sveitarfélögin. Og jafnræði meðal verkfræðistofa og fyrirtækja er ekki. Það er ekki, nei, alls ekki. Nei. Þetta er, og það er... Áttu einhver dæmi þetta, svona aftur í tíman, eða ég spurði þið áðan hvernig þú hefði fyrst svona sett tætnar í eitthvað sem þér fannst ábótavant og þú nefndir þarna ræsi. Já. En áttu einhver svona atvik úr verkfræðisöguðinni sem þú getur að minnskosti talað í kringum eitthvað aftur í tíman og líka eitthvað nær? Eru einhver svona mannst eftir einhverjum stórum útboðum eða sérlega þú ert búin að nefna þarna eitt verk þar sem að þú heldur því fram að hafi verið 22-faldur kostnaður sem sveitarfélagið bar af. Er einhver svona fleiri tilvik sem þú kannast við úr minniðinu? Sko, einhverju algjöru tilviljun þá sá ég eitthvað tíman, það var í staddur hjá Reykjavíkuborg og sá lista yfir þá sem átt að fá að bjóða í verk. Og þetta voru nokkra verkfræðistofur og verkið var tiltölulega einfalt og þetta var bara ákveðin listi sem þeir útbúa. Þeir voru með ákveðin lista, þessir fá að vera með, sko, ekki aðrir. Og þannig að ekkert sem heitir að menn sitja við sama borð. Alls ekki, ég meina, og það sem menn hafa verið að gera núna, við sjáum til bíla akka borgina, það sem stendur Kófi á C-O-2-F-I. Þetta er erlend verkfræðistofa. Þarna voru menn að sameinast. Sem sagt, íslensk verkfræðistofa var að sameinast eða fá þá einhvern veginn inn, nafnið þeirra inn til þess að geta sagt, já, við höfum svo mikla reynslu. Já. Og þá geta þær trompað hinna, sko. Já. Og þetta er blekking, sko. Já. Því að þetta er ekki reynsla, það er bara ungt fólk sem vinnur hana og það er nú eitt sem að þetta setur það svolítið það vinnur svona inn í lokuðum hólfum nú í dag
og svona almenn reynslega þekking verkfræðinga, hún minnkar við þetta og það verið að mennta fólk og það sem menn gera í þessum bransa það að blása út verkin. Já, maður heyrt það. Já, til þess að fá sem mest út úr skrifa reikninga. Já, maður hefur líka heyrt að ég bara einum fundi mæti bara hópur af verkfræðingum, allir með 20 skall tíman. Já. Og verkkaupi botnar ekkert í þessu. Fá sér kaffi bara og kemur ekki bara einn. Já, og það bara, ég meina. Það eru smiðir sem hafa samband við mig. Já. Og þeim finnst mjög skrítið hvað það alltaf stórir hópar og mikil kostnaður. Reiknaður við tiltölulega einfalda hluti. Já. Sem áður kostaði ekki áhöfn heils herskips að hitta. Nei. Þetta ég meina, það verið að blása þetta út og þetta er ég meina, það ég get nefnt dæmi, ég var ég nýtti mér sambönd sem ég hafði, pólitísk sambönd og ég hafði farið í og við hafði gert heilmikla ritgerð, ég gerði í háskólanum eftir að ég var löngu hættur í háskóla, fór aftur í háskóla og við tókum til með manni sem nú látin, var mjög framalega í ákveðnum hlutum og við unnum þarna upp verkefni sem að maður hefur aldrei séð fyrir að síðar í sjálfu sér á Íslandi og að vera að nýta ákveðnar þekkingu varðandi líkindafræði. Hvað með það, við gerum þarna á við skrifum mikla ritgerð sem var nú birt í erlendum tímaritum Já, allt í lagi og mér datt nú í huga að það væri kannski hægt að reyna að nýta þetta eitthvað og fer þarna hef ákveðin pólitísk sambönd til þess að tengja mig og þekkti mann sem var framalega í fyrirtækinu opinberu fyrirtæki að komast þarna inn og leggja eitthvað inn í þetta og það gerist þá fæ ég símtal það frá verkfræðistofu og það fer að spyrja mig út hvort að ég ætli sér að vilja þegar ég segja bara, við viljum bara ráða þig til okkar segja verkfræðistofuna, út af þessu Já, bara út af þínum pólitísku sambandi? Nei, út af því að ég hafði komið inn í þetta fyrirtæki þeir voru þarna fyrir þeir héldu að ég ætlaði að fara að taka eitthvað af þeim Já. Það var alls ekki og Þannig að þetta eru kapátarnir með sjónpípuna uppi sem sigla og fylgjast með tengstu einn ákveðin yfirmann þeir höfðu boðið honum hann var með hann það voru ekki beinagreiðslur heldur hafði hann fengið eitthvað staðar í Evrópu það var mjög stórt fyrirtæki, verkfræði fyrirtæki sérhæft þannig að þið fengið verkefni í Evrópu einhver staðar að gera einhverja skýrslu fyrir einhverja erlenda aðila sem hann gerði hér í gegnum þessa verkfræðistofu þannig að þeir áttu þennan mann það var bara svoleiðis og þeir áttu þennan mann já. Ég hefði getað að því ég hefði nú pólitísk tengsl ég hefði getað lamið alveg svakalega á þeim Varstu tengdur Sjálfstæðisflokknum einhvern tíma? Nei. Þegar þú segir pólitísk meinar það persónupólitísk? Nei, þetta voru ekki bara persónupólitískt bæði og ég ákvað það að ég myndi ekki gera það og ég bara hætti þessu það var ekki þetta var stóru vini minn þessi maður á eigandi verkfræðistofuna og ég bara, þú veist, ég meina ég labbaði bara frá þessu Ég nefndi kapátinn til sögunar áðan sem líking í þessari bók sem ég skrifaði með sjónpípunu uppi að þeir fara lágt en þeir eru alltaf að fylgjast með og við þekkjum náttúrulega skeiðin þar sem skoðanir þínar voru kortlaðar við þekkjum skeiðin þar sem að skoðanir fólks pólitískar á vinnustöðum voru kortlaðar og við vitum alveg að áratugum saman var þetta þannig að þeir nutu gæðana sem voru tengdir og voru hluti af neti besta vinar aðal en hinir sem sátu utan þeir eru að beið hungur og fá tækifæri og við vitum hvernig það var með aðgengi að lánsfé, hvernig tengsl réðu því hvort þú fékkst bankalán sem gat skipt öllu máli á tímum óða verðbólgu án verðtryggingar fyrir það skeið og allt það en við höfum kannski
trúa því að alls konar Evróputilskipanir og alls konar betrumbætur sem hafi orðið í kerfinu hafi leitt okkur inn á betri tíma? Já. Er það ranglega áleitað? Já, ég hef á annan félag eða annan vin sem var hann nú líka verkfræðingur. Já. Og hann ákvað að fara út í að verða hann vildi verða að fara að byggja og hann fór í gerði tilboð hjá Ríkisköpum og við byggingu og hann lenti strax í vandræðum með þá. Þeir neituðu að borga aukaverk sem nú svona eðlilegt í svona verkum að það séu alltaf ákveðin aukaverk. Ef það innan við 10% þá held ég þetta sé nú þurfum enga sérstakar svona játningu við því. Þeir neituðu því og þá fór hann að skoða magntölur hjá þeim og hann komst að því að magntölurnar voru ekki réttar og þeir neituðu því og það tók þeir lokum borguðu fettustur á magntölurnar og borguðu það en það var liðið 2 ár og hann sagði við mig sko þetta er alveg litlir aðilar í þessu þeir fá alveg sér meðferð sko hann sagði ég skoða þetta hjá fleirum sagðan og þetta er alltaf það sama en ef þetta eru stórir aðilar sko í fyrsta lagi þá dirfast menn ekki að fara svona gagnvart heim því það mæta bara lögmenn og endurskoðendur og bara hvað ætlið þið að fara að gera svo veit maður ekki hvað þessi stóru aðilar hafa svo aftur inn í stjórnkerfið sko ég hygg að það getur nú verið líka eitthvað þar í gangi það væri ótrúlegt ef það væri ekki Já, það væri mjög ótrúlegt og mörg dæmi annað sko. Já, þannig að litlir aðilar þeir fá sér algjörlega, þeir geta verið teknir bara niður. Já. Og það sagði mér endurskoðandi þegar að það var skólabygging í Reykjavík og hann var þá endurskoðandi hjá Reykjavík og borg þessi maður og og það gengur illa hjá verktakanum. Þetta var maður sem bauði lágt en var svolítið djarfur en klóraði svona yfirleitt út úr málunum mjög segur en það gekk illa og það er farið út í það stöðaverkið og gera þetta upp og þar mætir Ingibjörg Sólrún og borgarverkfræðingur og ég veit ekki hvað og hann er einn og hann var menntaskoðandi með náttúrulega með þessu liði honum blöskraði þetta sko hann er bara tekinn niður þessi maður sérðu hann fer miklu ver út úr þessu heldur hann átt að fara sko skynsamast hefði þetta verið að laga þetta til og fá kannski einhverja með honum og reyna að klára verkið það hefði verið svona réttlátast í þessu en hann var bara tekinn niður og hann var hent í burtu og bara alveg á nærbúsunum ég held að hann hefði hætt svo í öllum svona bransa þetta var hann sagði að þetta hefði verið mjög óréttlátt sérðu hvernig þeir koma þarna allar stóru kannanna koma þarna og hirða bara allt af honum í verkinu Þetta er rosalegt Já sko, þetta fannst fólkinu eðlilegt sko Já Það er svo margt í þessu á sama tíma og flestir sterkari fjölmiðlar á Íslandi eru ekki að veita hinum stóru og sterku mikið aðhald að sjálfsögðu ekki Nei, að sjálfsögðu ekki, réttilega bendir þá vitum við hér hafa komið gestir með mikinn trúveruleika sem hafa sagt að þessi sjálfsritskoðun og hegðunarskoðun og hvernig þú þurfir að fitta inn í ramman og komast inn í hópana til þess að fá sæmilega velborgaða vinnu sem kostar því sjálfstæðið að við höfum heyrt fólk lýsa því bara þá þegar að þú velur meistaraverkefni í einhverju grein í háskólanum að þú ætli kannski að nálgast eitthvert samfélagsmál með krítískum hætti rannsóknarspurningin sé gagnrýnin að þá komi bara kennararnir til þess að nei vinur ég held þú ættir ekki að fara út í þetta það verður bara erfitt fyrir þig að fá vinnu ef þú skrútinerar þessi mál þetta eitt og sér sem er alveg staðfest að hefur verið viðbragð í fleiri en einni deild í háskólanum er náttúrulega svo alvarlegt
að það með ólíkindum að við séum ekki að ræða þetta á hverjum einasta degi. Já. Sko, hvernig getum við orðið fullþroskað, óspillt, heilbrigt samfélag þar sem að allir njóta jafnræðis ef strax sko með móðmjólkinni þegar þú ert að mennta þig sem háskólanemi, ef þú færð þessi skilaboð að það sé best að makka með en gagnrýna ekki. Já. Það var nú frægur skákmeistari, það var nú heimsmeistari Emanuel Lasker. Hann sagði í skákinni þá kemst engin lygi eða óheilindi að. Það þannig, ég meina, þar er tærleikur. Já, ég meina, þar er náttúrulega, hvernig geta menn orðið góður í skák eða bridge, þú ert nú góður í bridge. Þú líka, eða ekki? Jú, þokkalegur svona. Já. Hvernig geta menn orðið þokkalegir í þessum, ef að menn hafa ekki burði til þess að gagnrýna sjálfan sig og gagnrýna aðra eftir því sem það þarf. Já, gagnsemi þess fyrir samfélagið er gríðarleg. Já. Hvernig getum við lært og komið í veg fyrir? Já, gert betur. Já, eða fengið að opna umræðu hluti. Og það er ekki víst að gagnrýni eigi alltaf rétt á sér, en það kemur þá bara í ljós. Já, og hún dæmir sig, það er bara, ef maður setur fram gagnrýni sem dæmir sig sjálf og er vond gagnrýni, þá bara fer þannig fyrir henni. Já, það er þannig. En þessi menning, þessi þöggunar menning, að við sko, ég meina, leiðir hugana því hvernig við opnuðum þetta spjall, að ég sá ástæðu til þess að geta þess við áhorfendur og hlustendur að þú hefðir sagt ég þóra að tala um allt. Á hverju sagði ég þetta? Vegna þess að þetta er sérstök afstæða sem ætti auðvitað að vera almenn. Já, í heilbrigðu samfélagi. Ég hef mjög sérstaka skoðun á málfrelsi sko. Og það er sko lýðræði og allt þetta, þessi samfélag sem við erum með, við köllum þetta lýðræði. En það er ekki víst að þetta sé alveg lýðræði. Nei. Þetta er nú fulltrúa lýðræði og nú vilja menn fá algjört lýðræði vegna með EES. Þetta er lagskipt hópalýðræði. Já, en nú með þjóðarætkvæðagreiðslu og það er, verðum að segja að það er nú lýðræði líka sko, kannski algjört lýðræði. En hvað með það? Þetta er ekki til að sjálfu sér. Þetta verður ekki til að sjálfu sér. Þetta var til vegna þess að menn voru að hvað ég var að segja, rífa kjaft. Og fyrsti maðurinn sem að talaði um mannréttindi, ég held að það hefði verið fyrir nokkur 100 árum, hann var náttúrulega bara tekin að lífi með hraði sko. Það var þegar mennum datta í hug. Og það er franska byltingin sem að kemur þessu svolítið að stað. En það er líka stór hættulegt að telja að samfélagið í dag sé óspilltar og heilbrigðara en það í rauninni er. Já, ég meina þú veist og það sem að skiptir máli er það að menn þora að tala og þori að ræða málin og opna þetta. En lífsbjargir fólks, þeim er stútað. Ef þú opnar munni. Já, það getur verið, já. Það er þarna í bókinni, þá ræði ég við hóp fólk sem er fluttur út fyrir landsteinana. Af því að það misti lífsviði væri sitt vegna skoðana sinna. Þurft að leita lífsbjarga í öðrum löndum. Og þetta er ekki á dagskrá stóru fjölmiðlana sem er að fjalla fína fólkið og sterka og öfluga fólkið. Nei, og stjórnmálamönnum er alveg saman með þetta, sýnist mér sko. Já. Þeir í ákveðnum leik sem heitir svona komast í stjórn. Sumir hafa einhverja skoðanir á ákveðnum málum og þeir sjá ekkert annað heldur en þetta sko. Nei, en ég er svolítið að nefna þetta til sögunar sko í því skyni að ég held að fáar stéttir séu alveg óvarðar fyrir þessu ástandi. Verkfræðingar eru ákveðin, ef við segja valda stétt. Sérfræðingastétt sem hefur ítök. Það mætti nefna margar fleiri stéttir. Ég held sko ef þú svona efsta degi talar við fólk skömmu áður en það kveður og fer yfir móðuna miklu. Ég held að mjög margir hafi sögur að segja. Er það ekki þannig? Ég hugsa að það geti verið, já. Svo eru sömur sem taka þann pól í hæðina bara að sigla þennan sjó og vera ekkert að íta við einu eða neinu. Passa sig á því að sigla milli skess og báru ætíð.
Já, það eftir ýmsu að sækjast til skamms tíma, það eru lífsbjargir, það friður, það að tilheyra, að fá ekki upp á móti sig samfélagið eða valda mikið löfl í samfélaginu. En gjaldið sem þú greiðir fyrir þessa ástöðu, ef allir ætla alltaf að þegja og reyna að spila með bara og ekki upplýsa, að þá verður engin betrumbót, það verður engin viðsnúningur. Nei, það ekki. Og menn halda það, ég var nú að ræða við mann daginn varðandi Evrópusambandið. Hann fylgjandi Evrópusambandinu sem maður. Og ég spurði af hverju. Jú, hann telur að fræntegli og ýmislegt fleira myndi minnka með Evrópusambandinu. Og skiptin á mörkuðunum hérna innanlands myndu lendi einhverju uppnámi. Já. Þetta getur vel verið að sé einhverju leiti rétt. En það kæmi auðvitað einhver önnur spilling inn, það til náttúrulega ESB-spilling. En þá það spurning þurfum við meira súrefni, ESB-spillingin skárri hér á landi heldur en þessi fámennis? Já. Skilurðu? Ég hef verið út í Noregi, var þarna nokkur ár. Ég á sveitarfélagi. Og þar var einn yfirmaður hún var það á að tala í síma við einn bjóðanda í verk og veit honum upplýsingar sem hann veit ekki öllum. Þetta var bara slys hjá hann það munaði litlan þeir væri rekin. Já, þarna komum við að þessum prinsip. Já. Hér nálægðarvandinn, fámennisvandinn og það hvað stutt frá hinu vinnandi manni á gólfinu upp í valdið. Að þetta náttúrulega skekkir og bjagar með að við værum 100 manna samfélag. Og ég þetta var lítið sveitarfélag og það þannig að það má skipta eignum upp í Noregi eftir ákveðnum reglum. Og það kom slík beiðni inn til sveitarfélagsins og þeir sem voru þar inni, þeir þekktu þetta fólk allir saman. Þess var hent í mig. Og hvað á ég að gera? Já, þú átt að ákvarða þetta. Ég meina, hvað? Já, það ekki neitt meira, bara þú átt að ákvarða þetta. Menn vildu bara vera hreinir. Það að segja, þeir vildu ekki að vera þetta pinna neitt á þá. Að þeir hefðu einhverja skoðun á þessu. Og ég hringdi til Íslands meira að segja og fékk ráðlagning hvað ég ætti að gera og ég fann dómafordæmi í norskum rétti. Já. Og ég bara ég fór eftir því. Hvað gat ég gert? En þarna komum við líka held ég að einu mikilvægu atriði sem hvað maður segja, vald almenningsálitsins. Að hér gerist það iðulega í stað þess að almenningur taki höndum saman og berjist gegn einhverju spillingu sem að hefur orðið uppvís. Þá þegjum við og við þorum ekki að lýsa anduð okkar vegna þess að við tökum skammtíma hagsmuni fram yfir langtíma hagsmuni. Eða það sem verra Jónas Kristjánsson sagði nú það í ritstjóri DFF að flestir telja í hálfkæring en það nú sannleiksbrotur í því. Það versta sem Íslendingar sæju við spillingu væri þegar þeir fengi ekki sjálfur tækifæri til að taka þátt í henni. Já. Allir hafa nú kannski fengið vinargreiða einhvern tímann, sérðu? Það svona það nú svona kannski, Stundum heyrir maður gott hjá hann duglegur að bjarga sér. Þótt að séu notaðar algjörlega siðlausar og jafnvel glæpsamlegar aðferðir til þess að óta sínum tóta og komast áfram. Þetta geta verið menn sem eru algjörlega svo stálheiðarlegir og fínir menn. Kannski svífast einskist þegar maður ræða svona peningalega hagsmuni. Og þá fyrir oft umræðan að snúast að þetta sé nú góður pabbi og góður fjölskyldufaðir og eitthvað svona og við erum alltaf að hræra saman ólíkum hlutum. Ég ætla að segja þér annað. Ég skrifaði einu svona forsíðufrétt það að Íslendingar eru á pari við Rússa en ekki nágrannaþjóðirnar. Það var í viðþorfum sínum gagnvart því hvað auki mest líkurnar á veraldlegum framgangi þínum í lífinu. Á meðan Norðurlöndin segja menntun, dugnaður, ægi, af þessu komumst við
sæmilega verðum sæmilega vel undirbúin að eignast traustan efnahag, þá segja Íslendingar, það samu Rússar, tengsl. Já. Tengsl. Ég hlustaði á bandarískan sakfræðing sem var mikið að rannsaka rússneska sögu eftir fall Sovétsins. Þá fékk hann að fara í skjöl. Og hann sagði sko að Rússland byggist á þetta myndast svona hópar, þetta tengsla hópar, og þannig það sko. Þú verður þetta verður svona myndast lítil þjóðfélag inn í þjóðfélaginu. Það eru hópar sem styðja hvern annan, og hann var svo heppinn að geta komist inn í eitt slíkan hóp, einhvern veginn fengið einhvern veginn fótfestu þar, þannig að hann komst í skjöl lengi vel. Nú búið að loka öllum skjölum Sovjetið. Hann var önnur saga vegna þess að Putin vill láta Stalin líta vel út, sko. Það þannig. Og nú erum við með þjóðhöfðingja forseta sem að endurskrifar ein sögu með gervigrindinni. Ég var að sjá svar hérna sem að einn vinur minn birti á Facebook í gær, þar sem verið að spyrja gervigrindina spurningum Íran stríðið. Og þar bara Trump tekin og dubbaður upp sem hetja í svörum gervigrindar. Já. Þannig að tímarnir eru svo sannarlega viðsjárverðir. En sko, kostnaður hins opinbera af alls konar umsýslu og verkkostnaður, framkvæmdakostnaður og svona, þetta hefur allt blásið út á sama tíma, og ég í hópi þeirra sem halda því fram að opinbera stjórnsýslu stofnanir standi sig ekki sem skyldi, það sé ekki skilvirkni í gangi, menn víki sér undan mikilvægum verkefnum og hugsi meira verkefni sem í raun skipta engu máli, þar sem að verður svona konsensus innan vinnustaðanum að trúa því að eitthvað skiptir máli sem skiptir engu máli, en menn fælast meðal annars af þessum sökum sem við erum að ræða hérna, fælast að óhrenga sig, fælast að taka slægin vegna þess að þá styggja þeir öflug svona. Ég bara veltaði fyrir mér sko hvort ég get fengið einhverja meiri upplýsingar frá þér með til dæmis þessa kostnaðarhækkanir og svona sem hafa orðið. Er hægt að auka kostnað? Getur verkfræðistofa, þú ert búin að lýsa þarna ákveðnum hlutum, en er nægileg þekking inn í opinbera kerfinu alltaf og svona hugrekki og sjálfstæði, þannig að fjármunir ríkisins verði varðveittir með góðri stjórnsýslu og aðhaldi, eða er þetta svolítið í höndum einkaaðila, og þá oft vegna þess að það einhver tengsl á milli einkaaðila og opinberra stofnana? Þetta stór spurning. Hún stór. Já. Og það þetta hefur blásið heilmikið út allt saman, í kringum, til þess sérstaklega í kringum byggingar. Og þetta orðið miklu flóknari, og reglugerðar og laga umhverfið með ólíkindum í kringum byggingar, sko. Og það menn að verða að bæta við nýjum þáttum. Nú, ég hef ekki tölur það nákvæmlega hvað, til dæmis hvað verkfræði vinna myndi kostnaður við hana, en það hún kannski ekki mjög stór þáttur í framkvæmdakostnaði. En öll þessi flækjustig sem hafa verið sett upp, þau bitna náttúrulega á almenningi, sko, fyrst og fremst. Og stofnanir að hlaða inn alltaf fleiri og fleiri lögfræðingum. Og það mikill ótti við að aðhafast af vegna þess að fólk segir, þá gætu þeir farið í mál. Og þetta eru auðhringir, stóriðin og fleira. Þeim sko var umhverfisstofnun. Sko það, auðurinn hefur náttúrulega að einhverju leyti íslenska stofnanir í vasanum nú þegar. Ég meina það þegar stjórnmálin eru auðvitað tengjast inn í, þau eru háð auðvitað peningunum að vissu leyti. Og við vitum að það auðvitað, þú vilt ekki myndu við vilja kannski styggja eða fá burt til dæmis álverið fyrir austan, og hvað á þá að gera við Kárahnjúkavirkjun. Ég meina, menn verða að taka mikið tillit til þeirra hagsmuna, sérðu. Ég meina, og stjórnmálin eru auðvitað með í þessu, ég meina. Ég veit ekki alveg, sko,
til dæmis menn hafa verið að tala um það, ég lesi greinar um það að menn ætti að taka til dæmis og færa reglugerðirnar varðandi byggingar aftur til aftur fyrir 1980 sko. Og ég er sammála þessu. Það er, ég meina, það þurfa einfalda. Já, einfalda og húsin þurfi ekki að vera svona. Nei. Það þarf ekki svona mikið. Nei. Bæði þá skilvirkni og til að lækka kostnað. Já, þetta hús er auðvitað, hvenær er þetta hús byggt hér? Ég bara veit það ekki. Nei, ég var að giska. Þú mátt giska. Já, ég ætla að giska á fyrir 1960 kannski, kringu 1960. Já. Þá var allt aðra reglugerðir í gangi. Það er ekkert að þessu húsi. Nei. Ég meina, það er. Þannig að við þurfum ekki svona mikið kerfi í kringum þetta. Og nú, til dæmis í Noregi og Svíþjóð, þú getur byggt sjálfur þitt eigið hús. Það er ekki hægt hér. Það er mjög erfitt. Já. Þú þarft að ráða svo mikið af mönnum sko. Það er það er fullt af það er náttúrulega hönnuð, svo er hönnunarstjóri, svo er byggingastjóri og svo koma meistararnir alveg hreint í löngunröðum og ef þú ætlar að byggja í Noregi þá leggur henn teikningu og nú er ég kannski að tala svolítið í gegn því að menn fái vinnu sko, að teikna lítil hús að þetta er sett inn á A4 blaði bara teikning sem er sýnt hvað þetta er og svona, þetta er ekki miklar upplýsingar sem kom inn á þessum blöðum og svo kemur eigandinn sem ætlar að byggja þá var hann að byggja fyrir sig sko og hann skrifur undir ábyrgðaryfirlýsingu og hann verður að fá pípara og rafvirkja það er það sem hann þarf að hafa svo byrjar hann að byggja og þetta er og það er fleiri atriði sem að létta fólki lífið þarna já og laga tæknin er já, þetta er svo mikið sem þarf að hér sko og sem þarf að vera já. En heldurðu að ungir verkfræðingar í dag hafa einhver áhyggjur af því að þeir séu ófrjálsir og þurfa að makka með og heldur að sé ennþá þannig að þessi pólitísku tengsl þau vegi eflþingra klætt í reynslubúning og mikilvægi reynslunar eins og tala um þeir náttúrulega bara reyna að ráða sig inn á verkfræðistofur sko og þá kemur þessi löggildinga inn sko þeir munir lokaður inn í ákveðnum hólfum og sem er mjög óholt finnst mér svo verða það löggiltir sem lagnahönnuður eða ég veit ekki hvað þetta kalla sko þú veist og þetta þekkist hvergi á neinu nei það með Svíjar og Normenn þeir bara skilur þetta bara verkfræðingar og hvers konar verkfræðingur varst þú lengst að? Byggingaverkfræðingur ég lærið út í Svíþjóð og ég hefði getað labbað inn hvar sem er í Svíþjóð og byrjað að vinna og reyndar í Noregi líka en það getur vel verið ef ég nenni ekki að uppfylla allt þetta sem að menn eru með hér að ég get ekki unni hér það er þannig já þetta er með ólíkindum að menn getur, og það getur komið hér maður með doktorsgráðu sem er með það er sérstaklega eitt dæmi sem ég rakst á sem að mér fannst vera mjög skrítið og bara ég var í hálfgerðu sjokki því ég sá þetta það var maður sem hafði verið út í Svíþjóð og hann var búinn að ljúka prófi en hann var mjög góður í ákveðnum þáttum sem er dálítið erfitt í byggingaverkfræði er vandasamt það var mjög góð og var farin að hjálpa verkfræðistofum til þess að leysa alls konar mál sko því þeir vissu á hann sko og svo líða nokkur ár og hann var ekki búinn að skila lokaritgerð í skólanum svo hann skila lokaritgerð og er þá orðinn bara útskrifaður sem verkfræðingur þráttir það að vera búinn að vera sérfræðingur í ákveðnum hlutum kemur til Íslands og ætlar að fá
sem sagt löggildingu bara að fá að vinna? Nei. Þú getur það ekki. Þú lögst ekki verkfræði prófa að finna þetta og þetta, sko. Ekki tekið til eins eða neins. Það eru lögfræðingar sem ákveða þetta, sko. Þeir sjá okkur að línu í lögunum og svo, já, það er þessi lína hér og svo sjáður ykkur að línu þarna, já, hann lauk prófið þarna. Nei. Hann gat ekkert og svo vildi hann verða byggingastjóri. Hann gat það ekki heldur. Nei. og menn með byggingastjórar geta verið, ég meina, það geta verið rafvirkjameistarar eða húsasmiðameistarar. Skilurðu, það geta verið byggingastjórar. En þetta meira svona brjálaðislega áhersla á einhver form og einhver furðulega hætti frekar en spilling eða eitthvað. Já, þetta spilling af vissu leyti vegna þess að þetta er náttúrulega verkfræði stofurnar og líka þessi fagfjölu öll saman, sko. Já. Þau vilja halda mönnum úti. Já. Og þau vilja ekki fá erlenda verkfræðinga hér til þess að vinna hér og bera ábyrgð á verkum. Já. Það vilja þær ekki, sko. Það er það er ákveðin lokun þarna. En það sem er náttúrulega, ég vil sérstaklega vara við þess að það er lögfræðingavæðing byggingamála. Já. Þegar þú segir þetta þá dettur mér í huga eintregða læknasamfélagsins til þess að fá lækna, veita þeim heimil til lækninga hér sem koma frá erlendum skólum, sumum hverjum, að eintregðan geti einmitt verið að það komi þá fólk inn, það eru til læknar þess að skúra gólf, sko. Erlendu var ekki brotnir. Og eintregðan gæti verið svo að þetta sé þá mengandi öfl inn í einhverjum potti sem er vanur að fá að ráða sér allt í sjálfur. Já, þeir vilja ekki, það er verið að verja ákveðna hagsmuni, sko. Er það ekki? Jó, alveg eins og norskir læknar gerðu. Já. Þegar þeir voru að taka inn erlenda lækna í Noregi, þeir ætlaðu að stoppa þetta af. Já. Þá man ég ekki hvað það var Grúholm, Brundtland, hún stopnaði bara eitthvað námskeið fyrir lækna, sko. Erlenda lækna og í norsku og og sagði þeim að hætta þessu bara veist, ég meina og En þess vegna finnst mér gott að fá aðeins innsýn í þinn heim, gamla heim, verkfræðina og verkfræðistofurnar og ræða útboðin og allt þetta vegna þess að það eru töluverðar líkur á að við getum yfirfært þessa umræðu yfir á aðra heima yfir í aðra hópa. Þetta er ekkert öðruvísi hjá öðrum, sko. Það er þannig. Og það er margt skrítið í þessu. Og ef maður reynir að rifja svona upp, sem sagt, þetta var bara viðtekinu venja. Það voru ákveðna verkfræðistofur sem að gengu í ákveðin verk í gamla daga, sko. Og síðan fóru menn, þegar kannski var svolítið harðara að gera þetta þá fóru menn að sameina verkfræðistofurnar og og það og ég man eftir því að það voru strákar sem voru mjög vel tengdir inn í sjálfstæðisflokkinn mjög vel tengdir, mjög góðir menn og þeir voru nú svona með litla stofu sem þeir voru að teikna mikið fyrir fyrirtæki og svo framvegis og þeir voru allt í einu komnir inn í opinbera útboðsmarkað. Það varð allt vitlaust. Já. Þeir voru komnir inn í púljuna, sko. Já. Gausugangur mikill. Já. En þeir voru ágætir, sko. Ég meina, það var ekkert öðruvísi. Og við erum alls konar orðtök eins og nýir vendir sópa best og við þurfum alltaf súrefni. Já. Annars verður allt dautt og mikla og spilt. Ég til þetta sé mikilvægt fyrir einmitt verkfræði stéttina að sko og þekkinguna í verkfræði að menn fá þetta tækifæri sko vegna þess að þá eykst þekkingin sko og eykst hæfnin
til þess að takast á við ýmis konar verkefni og þetta og það sem að gerist það að það er vel að loka menn koma hér því miður þá eru menn að klára verkefæðina hér heima allt og margir og fara svo að vinna hjá verkfræðistofum og þetta lokar svolítið inni víðsýni sko. Ég tel að menn það sé mjög gott fyrir menn að fara erlendis. Fórstu sjálfur út í nám? Já, það var þannig að það var fyrirhlutin var tekin hér og síðan fór ég til Svíþjóðar menn fóru á ýmsa staði sko. Já, einmitt eins og þú sagðir að Já, ég sammála þessu og það náttúrulega sko hrikalegt að við það eitt eiginlega banna fólki að taka sér þingmennsku á þess að hafa verið í útlöndum og helst að hafa búið í útlöndum. Já, það væri mjög holdt fyrir þingmenn að gera það og það væri og ég ætlum að segja mikla skoðanir á eins og lögfræðingum og lögmennsku og öllu þessu að hvað eru hvað stjórnarskráin og öll þessi grundvallar prinsip eru hvað þau eru látin fara lönd og leið það sé einhver andi yfir það er bara dómar og annars líkt það er ekki farið til stjórnarskráni og ég ætla nú ekki að fara mjög djúpt í þetta en ég er mjög sterkar skoðanir á þessu og ég dáist svolítið að bandaríkjamönnum varandi þetta, hvernig þið líta á stjórnarskrána en aftur á móti hef ég mikla fyrirlitninga á þeim hvað er mikið refsi harka hjá þeim sko. Það getur verið opbóðslega refsi harka og kostar það óbúslega mikið þegar upp í staði það er minnstu afbrot geta eða minnstu frávik geta kosta bara margra ára fangelsi þú veist, og kannski frávik sem eru það má halda því fram að þeir trúi í raun ekki á betrunarstefnu heldur þurfu alltaf að hegna og refsa ég man alltaf eftir Norðmannunum sem að keyrði rosalega óvarlega og heimskulega hann var svo tekinn fastur og hann fekk 7 ára fangilsi í Bandaríkjanum ég meina svakalegt það er dálítið mikið en við sko ég segi það bara það er ekkert að sjálfu sér sem að vestræn þjóðfélög eru til þau eru ekki til að sjálfu sér svo hvort mannréttindi og svo framvegis til dæmis við erum ekki þegar við rífum í kjaft á stöðinni eða á fleiri stöðum eða út í bæ eða hvað það er við erum ekki teknir og dæmdir í 5-10 ára fangelsi eða hvað það er það myndi gerast á mjög mörgum löndum og ég held að Kína er náttúrulega mjög slæmt það eru myndavélar út allt og nú Rússland, veitum við hvernig er Þegar þú nefnir þetta, ég hef sagt þessa sögu áður, ég var hér spilaði einmitt í alþjóðlegri sveit, briddsveit á dögunum með 2 rússneskum landsliðskonum í bridds sem hafa vorið Evrópumeistarar og við fórum út að borða og þær fóru að spyrja mig hvað ég gerði og ég sagði þeim hvað ég gerði og þær spurðu hvort þessi þáttagerð mín vekti stundum athygli og jú, ég sagði að það væri þannig og þær spurðu stundum segir einhver eitthvað í þáttuninu sem verður á landsfrétt og eitthvað svona, sagði það kemur fyrir og hvenær gerist það síðast og ég sagði þeim frá því og sagði þeim tilefnið að það hefði verið maður mjög tengdur opinber embættismaður sem hefði verið að gagnrýna kerfið með mjög harkalegum hætti og þá kom spurningin frá báðum þeirra hvað kom svo fyrir hann eftir hann hafiði gagnrýnt opinberlega eitthvað í kerfinu hvað kom svo fyrir hann í þeirra huga lá alveg fyrir að þessum manni er bara kippt úr umferð þannig að það er þó gott við höfum tjáningar frelsi til að ræða spillingu og ef menn nota það ekki þá missa það er nefnilega það sem sumir gleyma en takk fyrir að viðhelda því og ef ekki bara fara að segja þetta gott gott í bíli ég vil bara lokum bara skora á stjórnvöld að opna þennan markað varandi útboð til dæmis með verkfræði og annars vegar hins vegar að fara í gagngera endurskoðun á byggingarreglugerð og skoða þá hvernig Norðurlöndin til dæmis er að gera þetta
og Já, og mjög ýmislegt fleira sem varðar húsnæðismál. Já. Og við erum ekki að hugsa eingöngu það að taka sér til og henda peningum í þessi mál. Nei. Því að það náttúrulega, við vitum að þeir peningar eru ekki til sem laga þetta. Og við vitum það báðir ég og þú, bæði af reynslu okkar störfum og innsæi að hið opinbera getur sparað hellinga peningum sem það hendir í einkamarkaðin vegna tengsla. Vegna tengsla, já. Það er bara þannig. Já. Og kannski næsta umræði hjá mér verði hérna spillingu innan opinbera stofnana því að þar er að mjög mörg að hyggja líka. Já. Og fólk er svo einfalt oft, við erum orðin svo polariseruð. Sko, brjálasta hægrið sem vil ekkert ríkisvald. Maður þarf eiginlega annarkvort að vera þar eða eldröður sósíalisti þar sem allt sem ríki gerir er gott og allir kapitalistar eru ógeðslegir. Auðvitað er veruleikinn margbreytilegur, fjölbreyttur og flókin og sennilega í langflestum tilvikum einhver blanda af skoðunum á báðum ásum og þótt að sé ruglandi fyrir fólk að maður geti til dæmis hampa þessu hjá einkaframtakinu og líka hampa þessu hjá ríkinu að það fari saman í sama einstaklingnum þótt að sé ruglandi, þótt að sé vön að velja lið þá held ég að við þurfum að halda áfram að hræri í þessum pottum. Ertu ekki sammála því? Já. Takk fyrir að vera sleifin í dag í pottinum. Takk fyrir. Björgvin. Já, takk. Og áfram göngum við göttuna kæru hlustendur, nýrkapli eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.